Já, ég þarf því miður að lækka í Brynjari Má sem ég held að hann sjá tónlistina hans stöðu og það bara verið að henda sjálfur sér í loftið. En ekki það, ég get ekki gagnrýnt það því að ég og Sveppi byrjum alla þætti á Crazy Bastard og enduð á Sjómle, þannig að maður svo sem ekki skömminneskári, en það FM 95 blöð þennan 50 daginn og sem fyrir á 50 dögum þá var hann með mér hann Hjörvar Hafliðarsson, verður velkominn. Takk fyrir það. Hvernig kallinn? Ja, mjög góður. Nei, það ekki? Ó. Við áttum kósi helgi saman þessu síðustu helgi og verðum bara brattir á 50. Já, þú komst það í lofvart í þessu ferð, ég verð að gefa þér það. Ég held þú væri meira aumingið en þú ert í raun og veru. Ég held þú væri svona gæði sem myndi sofa út. Nei. Glerharður á mótnana, þá ég meina glerharður í að vakna. Já, ég sko í útlöndu, þá vil ég ekki eyða mínútu, það bara þannig. Það var ég að gefa það út, betri á mótana en ég hefði þórað að... Já, það líka þægilegt sko eins og þegar maður í New York, þá þetta 5 tíma mismunur. Já. Og maður næri að sofa svo vel út fyrsta kvöldið, þannig að þá maður næri að nýta mismunir, en svo maður náttúrulega bara eins og brunarústir maður kemur heim. Já. Og ég eiginlega bara fyrst svona að verða ágætur í dag sko. En þú veist, ef að þú ættir að eiga heima í einhver landi, þá það í Bandaríkjunum. Ég veit ekki. Þú ert náttúrulega bara kanni. Já. Það tekur svona 3 sekúndur að eignast besta vinnana. Ég veit það líka sko, það hefur farið í taugarnar á nokkurum félögum minni sem hafa verið með mér í Bandaríkjunum. Já, fór líka alveg létt í taugarnar á mér í þessari ferð sko. Ég hef aldrei bara séð annað eins sko. Þú ert alveg sko, þú ert svolítið svipaður þeim sko. Já, kaninn svo skemmtilegur sko. Það að þægilega og gott að tala við kannan og þú reyndar ert líka, þú varst nú ekkert skömminni karrið. Nei, þetta voru flotti gæðir sem ég kynntist þannig. Ég reyndi að kynntist þessu líka, ég fór hérna einu svona út og þá baði ég einhvern gæja að spurði ég gæja hvað skemmtist að maður getur færið og svona og hann sagðist að hugsa þetta í smástund. Áður en ég vissi að var hann búinn að teikna í þrívít svona myndir af einhverjum sko götum á hvaða staði ég getur hugsanlega að fara á. Þeir eru svo, Íslendingur myndi aldrei gera þetta sko. Nei, ég veit það. Enda kynntustu mönnum eins og Glenn og John og Fish. Ekki gleyma Kenny. Nei, Kenny var stórkostlegur á vellinum. Og þú veist, og þetta voru sko, við vorum hann á fótboltaleik og á bílastæðum fyrir leik vorum við með 50 lögfræðingi sem hélt á Smirnofflöskum tróðfull á klökum og drakk þetta dræ. Já, ég var mjög ánægð með hann vissi alveg hvað hann var að gera stámaður og hann tók okkur bara fyrir hlustendur og þá mættum við Hjörvar, við fórum senast á leik New York Giants og Green Bay Packers og ég hef aldrei séð aðra eins veislu og fyrir utan völlin. Þetta er einhverlega stærsta svona grillparti sem ég séð á æfinni. Já, og allir með bjór og allir að fá sér pulsur og hambúrgara og að fá bjór hjá einhverjum, það var bara eins og byggðum vasklas á Íslandi, bara fæ ég bjór hér. Já, það held ég nú. Það eru nettir með djúri kannir nettir. Já, ég segi, þú ættir bara að vera í Bandaríkjunum. Það er mitt land. Já, mitt land er líklega Þýskaland eða... Já, ég tek eftir, þú ert mikill aðdáandi Þýskalands. Þannig að þetta er svona, þetta var gott hjá þér. Talandi um Þýskaland, þá óskaði ég stúlkunum okkar hjartana til hamingju með stórkostlegan sigur í gær. Frábær sigur í gær, eina vandamála fyrir þær að Valtýr Björn skýði á þér, hann fór á kostum í lýsingunni. Þetta var ótrúlega. Valtýr Björn liði þessi gjörsalinni þetta og En þær eru miklu betri en ég held ég var að viðurkenna það. Ég vissi ekki að vera svona góðar. Já, mér var bent á það, Sveppa var bent á það að þær eru að hlusta á netinu upp á herbyggi. Það eru svo miklu betri en ég held að því að áður en hann fór út, þá var allir svo svartsýnir. Já, en það eru bara búin að standa sér svo hetjur og ég enn og aftur óskaði minnilega til hamingju. Þeyska liðið sem það runni í gær var Noreg. Já, ég veit það. Sem segir allt hversu góður sigur var hjá Íslandi. Já, og það er annað sem er líka mjög skemmtilegt að fyrrandi kærastan að Sveppa í landsliðinu. Það finnst mér það er eitthvað svo skemmtilegt við það að Sverrir Þór Sverrisson fyrrandi kærastan og þau voru par í langan tíma. Ég veit ekki, ég hef aldrei nafngreint hana en hún er skúladóttir. Já, Hrafnhildur Skúladóttir, þannig að skittan. Já, grjótörð, þau voru voða krúllegt par í den. Já, systur hennar eru tvær af svona bestu handboltakonur seinna ára, Dagný og Drífa. Það er enda, það er eitthvað svo kósið líka við að sjá það. Ég sé alveg fyrir mér ef að Sveppi haga sér ekki því að Sverrir Þór Sverrisson hefur þroskast ótrúlega á 10 árum og sennilega fáir sem að þroskast jafn mikið á hann. Sko, ég man eftir þessu gæja bara í Keiluhöllinni í Breiðholti þegar hún var til svona 93 og 4. Já, hann var með, Sverrir safnaði hlandi sem úlingur þannig að það er ótrúlega breyting á einu manni og það ég sé einhvern veginn fyrir mig þetta samband alltaf ef að Sveppi var ekki að haga sér og hún hefði látið hann heyra það og tuska hann til en það hefur Sveppi alveg staðfist það en herðu við Hjörvar erum með spikfeita þátt í dag við erum með MC Gauta, hann ætlar að kíka inn í heimsókn og eftir við erum með Ara Eldjárn, hann er á leiðinni líka hann ætlar að koma inn í skemmtileg spjall og talandi Ara Eldjárn og þá er annar grínisti sem við heyrum líklega í sem heitir Brjálbreki hann er að slá í gegn á YouTube og öðrum
öðrum stöðum og við ætlum að tjekka hvort að hann sé búin að vera skemmt eitthvað upp á síðkasti. Svo erum við með, dagskrálið sem við tókum upp í New York sem skemmtilegur. Þar, sem sagt, Ísland var í öðru sæti daginn feitustu þjóð heims. Já, og við viljum vita hvernig við komumst á toppin. Hvað þurfum við að gera til að ná kannan? Er þetta bara að éta meira eða hvað? Þannig að þú fórst á stúana í Bandaríkjunum og spurði hvað þarf Ísland að gera til þess að ná fyrsta sætin. Við nennum ekki að vera í öðru sæti. Nei. Og þannig að það eru svo líka nýr liður hjá okkur sem heitir, maki fræga fólksins, eða makar fræga fólksins. Og við ætlum að reyna að ná á maka mjög frægrar stúlku í dag. Og ég vil ekki segja nafni að ég vil hann svara á eftir ef hann skildi vera að hlusta. Þannig að það er nóg að vera í okkur Kjöppa, ég hef með Sveppa á heilanum eftir þetta hérna áðan, en það er hins vegar komið að söngunni. Þið vitið að Hjörvar Hafliðarsson í stúdíónu þegar Rihanna dettur á fóninn. Þetta er You're the One. Þetta er tónlistarkonan Rihanna hérna á FM 95 Blöð. Þetta er eitthvað nýtt lag. Hún, það virðist ekkert vera neitt gríðalegt við sem verið hann að henda út slögurum. Er það samt og skítblöðing? Já, hvað er það? Svo ætlum sé having a gambling problem. Manstu brandarna sem ég samtið um að hún væri skítblöðing? Við ætlum að ringi eitthvað númer og koma svo þetta símanúmer er lokað. Og hætti við þann brandara þegar við erum svona lélur? Nei, við runnum út á tíma. En það mér varst ágætt að brandari. Það er enda þannig ef að þú ringir í eitthvað og það er engin notandi með þetta símanúmer lengur. Þá hugsa maður oft, hvað er að gerast það félagin? Þetta númer er lokað. Þá veistu að félaginu með allt niður sér. Já, þú vilt ekki. Og hann er búin skuldaður í kannski 2 mánuði og svo ætlar að ringja hann. Þetta símanúmer er lokað. Já, það er ekki þægilegt það sem það er. Herðu, við gleymdum aðan hérna í upptalningunum hvað sé framöndan henni hjá okkur að við ætlum að ringi mann sem að sló í gegn fyrir ekki svo löngu síðan í útastætti hjá Sim og Jóa. Já, nafni minn, Hjörvar. Þannig ábúinlega einhver vinstasta íslenska YouTube-klippan. Já, og við ætlum að spila YouTube-klippinu eftir áður og syngjum við hann því að þetta gerist fyrir 2 árum síðan. Við vorum vonast svona til að röddinn hans hafa eitthvað aðeins húnastinn. Aðeins farið í mútur eða eitthvað. En Hjörvar, það var eitthvað sem þú vildi ræða. Nei, ég er náttúrulega komið að bíóhotninu. Já. Og hérna, það eru þessar ömurlegu framhaldsmyndir sem eru oft gerðar. Það er sem þú vildi ræða í bíóhotinu í dag. Já, það eru allt og mikið af þeim. Ég er búin að sjá 2 barnamyndir undanförnum. Annars vegar Kung Fu Panda 2 sem er ömurleg og svo Cars 2 sem er einhver versta mynd sem ég séð lengi. Það fyrir þá sem þetta ekki er Cars 2 þá fellar hann Lightning McQueen sem er bíl sem keyrir mjög hratt og hann á vin sem heitir Krókur og sem að Latti tala inn á fyrir. Og svo er Krókur svolítið ofnotaður í mynd nr. 2 og hún er mjög ófindin og léleg og það fekk mér svona til að pæli hversu margar lélegar svona framhaldsmyndir maður hefur séð. Já, maður nú strax eftir nokkrum alltaf. Já, ég meina, Hangover 2 fekk hrikalega mikið skít. Mér það reyndar ekki alveg, sængja. Hangover 2 hefði verið mjög fyndin, hefði það verið fyrsta myndin. Hefði það bara verið Hangover. Veistu hvað, ég held að Hangover 2 hefði verið fyndin ef maður hefði ekki verið búin að sjá Klón sama ár. Já, reyndar. Fyrir árinu. Þegar maður er búin að sjá trúðinn, þá er ekkert svona fyndið. Nei, ég veit það var toppaði allt. Ég er reyndar, svo eru myndir sem að ef alla hægt að kalla kannski framhaldsmyndir eins og Dummerer. Já, það var ógeðslega. Já, mér leið illa í bíó þá. Það var svona næstu í fyrsta skeið sem ég eldi blá eitrum. Son of the Mask, það var skelfilegt líka. Já, ég meina, og Speed 2. Já, bátnum, hún var samt allt í lagi, fannst mér. Var það? Mér fannst hún ekki af slæm og... Fannst hún viðbjöður? Já, kannski, það hjálpaði mér kannski að hún var sýnd í bíón á Sauðárkróki og það var eina fyrsta myndunum sem var sýnd þar og þetta var eiginlega bara svona smá moment fyrir mig. Ok. Það geti spilað henni. Batman and Robin var ömurleg. Já, það er náttúrulega alltaf að kalla það framhaldsmynd, það voru svo margar. Já, það voru frekar margar og maður þetta Blues Brothers upprunalegu myndinni. Já, stórkostleg. Svo gerðum við 2. Já, hún hét Blues Brothers 2000, hún var ömurleg. Já, það er hellingur af þessum. Það er Weekend at Bernie's 2. Úff. Já, ég er að segja það, þannig að stundum hefnast það vel. Rocky 2, 3, 4, 5 og 6. Rocky allavega 1, 2 og 3. Það voru fínar. Rocky 5, hvað var það? Rocky 4. Rocky 4 er einn besta mynd allra tíma. Það er þegar hann fer til Rússlands og vinnur Ivan Drago. Nó, ok, það var það Rocky. Hvenær var hann að þjálfa eitthvað strák sem var ekki sonur hans og eitthvað? Nei, Rocky 5 verður hann blankur, flytur í fátækrahverfi. Já, og er að þjálfa eitthvað gaur, Tommy the Gun. Hún var ekki góð. Nei, hún var mjög góð, þú pælir í. Ok, ég skal pæli í. En herðu, ef við ekki að fá hérna næsta lag. Ok, það er komið að manni sem að, þetta er kannski ekki tónlistar... Ekki segja mér að sé þessu Bruno Mars. Alls ekki hann. Nei. Leave me baby. Herðu, Hjörvar, við erum á... Ég fóli ekki þennan. Við erum á F9. Og hérna rétt á eftir er MC Gauti. Hann er að koma inn í spil.
957 fjórða breiðskífa Dikta Trust Me sem inniheldur 11 frábæri lög. Meðal annars smellin What Are You Waiting For? Alla vikuna kynnum við plötuna fyrir hlustendum, spilum lögaplötunni og gefum eintök. Fyrstu vel með og meldur í eintak af Trust Me með Dikta sem plata vikunar á FM 957. Vertu flottur í tauginu. Verslunin Jack & Jones í Kringlunni og Smáralind og FM 957 efnandi keppni í klæðaburði inn á fm957.is. FM-pittarnir Marín og Rikki G fóru til ljósmyndara og klæddist flottum fötum úr Jack & Jones. Sjáðu myndirnar á fm957.is. Hvor flottari í tauginu? Þú leggur inn þitt atkvæði og möguleika og eignast alveg eins föt sem passa akkurát á þig. Heiðar Austmann telur atkvæðin og tilkynir úrslitin og hringir svo kannski í þig. Fá þér föt í Jack & Jones. Taktu þátt í skemmtilegum leik á FM957.is og verður flottur í tauginu. Dr. Dillon og Viking kynna Rockquiz á 50dögum. Rockquizi byrjar klukkan 21 á annarri hæð á Dillon. Frýtt skot fylgir öllum drykkjum til miðnættis. Jólasveinar athugið, gjafabréf í skóinn, ísbúðin, Háaleitisbraut. Það er þægilegt að gera jólainkaupin í Kringlunni og hvergi betra úrval veitingastaða. Kringlan í jólaskapi. iPhone 4S frá 144.990. Kíkt í Makland og nældu þér rétt kvikindi. Makland, Klappastíg 30, makland.is. Þú þværð bílinn hjá okkur. N1 bílaþvottastöðvar. Ingo Veðurguð er á Oliver á 50-dagskvöldum. Velkomin á Kaffi Oliver. Skyrta í kaupæti með öllum jakkafötum. Herra Hafnarfjörður. Fullverslun af flottum Outfitters Nation jólafatnaði. Frábært verð. Outfitters Nation, Kringlunni. Hleyptu milljónunum inn í hlýjuna. Lottobáturinn stefnir í 60 milljónir. Leyfðu þér smá lottó. Becks kynnir. Jólahasar á Gauki og Stöng með Reykjavík, Gangri-Leitet og Mökk í kvöld. Kynntu þér málið á gaukurostöng.is. Becks réttur, fyrsti í grænni flösku. Airbrush og Makeup School verða með sýningu í Body Painting föstudagskvöldið 9. desember í samvinnu við NYX Cosmetics á Players Kópavogi. Unix Smáralind sýnir heitustu jóla- og áramótafötin ásamt því að dansflokkurinn Rebel sýnir sjóðheitan dans. Martini-stúlkan tekur á móti gestum. Einnig verður happdrætti með veglegum vinningum. Húsið opnar klukkan 21:30, það er frítt inn. Jólalest Coca-Cola leggur af stað eftir 2 daga. Trúbbi og pilsner úr kvöl léttul í hönd. Fullkominn 50-dagur á Celtic Cross. FM 95 Blö í boði. Á hverjum degi til jóla fær einn heppinn viðskiptavinur Kredía-lánið sitt fellt niður. 1 SMS í 1919. Kredía. Lakkerol slættir úr körlunum. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Á FM 957. Það er hár réttir að hlusta á FM 95 Blö á FM 957. Hjörvarðið með mér eins og alla 50 dagan. Hinga er komin, já, góðu gestur eða góðu gestir. Þetta er rapparinn MC Gauti og Hlynur, verið velkomnir. Ég verð að spyrja einu, MC Gauti. Já. Nú ringið þið á hann, spyrir hvort þú ert tilbúin að koma inn í spjall. Staðfest. Já, varstu að labba beint frá Harmageddon yfir til mín? Jep. Varstu í spjallið þar fyrst og varst núna að koma til okkar? Jep. Já, þú varst ekki að minnast á það á hann. Þú varst frammi að fá þér jólaglögg. Og hvað fekkst þú í... Nú verð ég að segja, þetta er ótrúlega gott. Það situr Hemmi Gunn, Heiðar Austmann og Auðun Blöndal að skiptast á bökum. Já, það er ég litli jólinn. Og hvað fengu þið? Ég fekk einhverja möndlur og eitthvað kjátt að það. Það er litli jólinn frammi, en til hamingju með þetta. Til hamingju með þetta, Strú. Takk. Heyri, við ætlum ekki að taka svona leiðilegt tónlistarspjall eins og er alltaf í Harmageddon. Þau eru óþolandi. Hvernig það? Svona verið að fá einhverju hljómsveitir inn og sagt, hvað er Kalli að þá að bassa? Nei, Kalli fluttu til London og núna er Gunni sem var í búdríðindi, hann er núna... Ó, ég ætla að taka það fram að Máni stendur sér utan gluggan á hurðinu núna og er með hníf. Ég er ekkert hræddur við Mána. Það er einn gæi sem ég er ekki hræddur við, það var Máni. Það var ekki Máni. Nei, við ætlum ekki að fara mér út í það. Hvað er að frétta? Þú ert a swagger eins og kallaði alltaf. Ég hef aldrei vitað mann á netinu sem að
kalla sig jafn oft swagger og læka fréttir og sjálf á sig. Hvað að frétta það? Þetta mestu lígi sem ég heist. Aldrei. Þú og Erpur eru báðir þessu. Erpur algjör fáiði. Hann alltaf að setja inn eitthvað svona eitthvað. Já, allt brjálega á kallinum. Fyrsta lækið alltaf. Blasrókan lækið. Hann líkið þessu, þetta nefnsi. Já, er ég alltaf að læka? Nei, það sko, veist... Þetta er eigið stöf. Já, það má hvergi... En nú ætla ég að skjóta þig á móti. Nú hef ég staðfestur á 3 DJ-um á jammið að þú hafi beðið sjómli. Bíddu. Á Bútabar. Ég hef aldrei labbað á Bútabar, við skulum hafa það á hreinu. Þó að ég kunni við Þetta var KO hjá þér. En það kemur alltaf, sko, það má ekki vera neitt sem MC Gauti hefur gert, þá það komið á netið. Ef hann í viðtali við Bleikt.is, þá það komið hjá hann bara, herru, Kjellin var að tala við þau og Bleikt, tjekkið á þessu, þannig að maður veit allt sem hann gerir. En, góður strákur og velkomin hérna í þáttan. Já, takk fyrir það. Maður verður að prófumta sjálf sig. Það hárrétt. Og hvað að frétta ykkur núna? Skipturnar að koma aftur, sá ég. Já, það hárrétt. Það svona hluti af þeim allavega. Já, og það nú verð ég bara viðurkenna, ég bara sveitastrákur frá Sauðárkróki. Þetta rappgrúpa sem var að gera allt vitlaust fyrir nokkrum mánuðum. Já, það enda svolítið langt síðan, sko. Ok. Gerum plötu árið 2003. Já. Svo bara var lítið eftir það, sko. Þekki ég eitthvað lag með skiptunum með það? Ég geri það sem ég vil, ég geri fokkið það sem ég vil. Ég skeini mér í brauð og gef öndunum það. Ég geri fokkið það sem ég vil. Já, ok. Kannast ekki við það. Viðurkenna það. En ég held að það séu þó nokkuð margir hlustendur sem kannast við það og eru æstir í að séu að koma tilbaka. Ég vil að þú sagðir okkur áðan að vera komið 400 likes á Vísi.is. Já, Vísi.is og síðan eru 1,000,000 attending og þetta á prikinu, þannig að ef fólk ætlar að mæta við erum alltaf ekki eins og búin að fara yfir það. Skipturnar að spila á morgun. Já, á prikinu. Ásamt mér. Já. Ég að halda tónleikaröð sem heitir í Freyðibæði. Já. Þetta er 3. kvöldið, það er búið að ganga hæfi vel. Ok. Það reyndar vilst inn svona daldið spýttali og halda þessi að fara í fróðupartí. Já, í Freyðipartí. Hvað er fróðupartí hérna? Nei, vinnur. En ég get nú sagt það bara strax, það er einn maður á Íslandi sem á fróðuvél og hann heitir... Ólíkir. Það er hárrétt þér. Hefur þú farið í fróðupartí hjá Ólíkir? Nei, ég á það eftir. Já. Það er inni. Maður tökur það ekkert mann? Já, maður verður að gera það. En hvað, er þá skiptunar að hitta upp fyrir þig og ert þú á? Nei, vá. Það er ég að spila, ég er að hitta upp fyrir skiptunar. Þetta var einu svona upp á hljómsveitinni, sko. Ok. Ég er búin að... Mér við svona viðbröðan hérna, sko, að þú sért svona eiginlega eini aðdáðin. Nei, við veitum ekkert Íslandsrap, sko. Þú ert náttúrulega að horfa á 2 fertuga menn hérna að vinna á FN957, þannig að við komum því miður ekkert. Stendur líka á Vísi.is, stendur undir myndin af Hlyn. Það var MC Gauti sem samfara skipturinn að koma fram, en Hlynur segir Gauti hafi verið svo ákveðin og erfiðan að þeir hafi ekki geta sagt nei. Já, ok. Það er vel gert. Hún er nöldri í svona 2 ár. Þannig að það er á prikinu á morgun. Já. Hvað er þetta fróðudæmið? Hvað, ertu svona LL Cool J rappari? Ertu að reyna að vera svona sexy og eitthvað sluðis, eða? Nei, máli er bara, hvað er besta tilfinning í heiminum? Það er að liggja í Freyðibæði með nóga fróðu, lúpa dikkið. Já, glæsilegt. Fylla við sig í Freyðibæði með svona gúmmíönd og 1 kerti. Já, með þessum orðum alltaf að kveðja MC Gauta, það var virkilega gaman að fá þetta í stúdíu. Nei, er eitthvað svona í lokin? Við hvetjum náttúrulega alltaf að kíkja á það morgun. Já, kíkja morgun. Ég er að gefa út mixtape, mann kostar 500 kall staðnum, síðan verður frítt á netinu. Ok. Og síðan mæli ég með að allir mæti á laugardaginn á Factory. Úlfur eru með útgáfatónleikana. Sína. Nú er ég að spila. Þú ert alltaf að spila eitthvað og ert mjög aktíður. Yes. Rennur einhvern mann af þér? Við skulum fá meðan hann er að hugsa mótsvar. Takk fyrir. Á að fá okkar leið. Herru, takk kærlega fyrir komuna strákar. Hlynur, MC Gauti, gangi vel. Snullt! Svo við flugum aldrei neitt, svo við komumst aldrei heim. Þetta er löngu orðið þreytt, hefðum það bæði betra ef við værum ein. Hey, mig að dreyma, ég ennþá kjur, finnst ég valla vera að hreyfast. Ég vil fara að hraða frá því sem hún að segja. Vang og stælt, ég beilaði á eyra og hlusta bara á það sem ég vil heyra. Alveg út akin orðin leiðir á að keyra. Ég eins og ég það ekkert hægt að breyta. Hún sagði far þér að svo jættu skít ef það ekkert fleira að pleikja. Ekki 100%, ég alla gripur en ég var að ykkur viss og nú verðið að passa ykkur. Engar afsaganir, enga bakþanga, lifandi dauður, labbandi mann hjarslottar. Klæður yði alltaf svona í desember. Ótrúlegt hvað þessi skeifa hún ferði vel. Því ég veit ég mun líða betur þegar að þú fer frá mér.
svo ég leyfi henn að fara. Og hún labbar takt fast í hraða við mitt hjarta. Veit að þetta sárt en ég veit að þetta lagast. Og sólin hún skýbjartar þegar hún gleymir þessum asna. Skerðu á mig gadelskan, spennt upp á mér uppinnin. Hlustað aðeins dýbra, engin hérna virði skilja mig. Ég alveg lost eða einhver hérna skynja mig. Það rífur svo í líffærið að skilja svona skiljiði. Já, þetta eru Frikki Dór og MC Gauti. Við þökkum strákunum kærlega fyrir komuna. Og já, það nóg framundan hjá okkur strákunum. Hjörvar Hafliðason fór á stjá í New York daginn og spurði Kanan hvað við þurftum að gera til að verða feitasta þjóð heims, því að við vorum vist í öðru sæti í einhverjar könnun daginn. Með virkilega perandi. Sem virkilega, það ekkert leiðilega en að lenda í öðru sæti. Svo erum við með, við ætlum að hringi Brjálbreka, hér í honum. Ari Eldjárn hérna á leiðinni og svo erum við að fara að hringja í, já, við erum með nýjan lið sem heitir Makar fræga fólksins. Sko, það í Hjörvar á Húsavík sem hérna sló í gegnin það og sem að Jóa hérna á sín tíma með sín undurfáru rödd og við ætlum að heyra röddina í honum svona 2 ára setna. Já, hann svaraði í síman mjög skrítið. Það eru örugglega margir að núti sem kannast við þetta, en við spilum líka eftir hvernig þetta gerðist í síman. Okay. En ég ætla að spyrja hérna Hjörvar áður að fá fyrsta jólalag dagsins hjá okkur. Hefur einhvern mann gefið gjöf að því að hérna sem sagt samkvæmt nýjustu könnunum þá hafa 29% bandarækjumanna endurgefið jólagjöfuna sína. Sem sagt fengið gjöf og gefið einhverjum öðrum manna annarkort, þú veist, jólin eða í ammali eða eitthvað. Hefur þú endurgefið gjöf? Já, margoft. Er það málið? Já, ef ég fæ einhverja sko mjög þykkar bækur sem ekki fótbolta, þá gef ég þér. Já, þú hugsaðir ekkert að bara skipta þeim? Nei, ég gef bara pappa þetta eitthvað. Já. Okay. Þá lítið út, hann veit þá að bókin kostar alveg 6.390 sko. Hvað hann að gefa mér svona dýra gjöf? Bara, svo flottur. Þannig að þá hann bara þvílitt sáttur. Þannig að þér finnst ekki rangt við þetta? Nei, mér finnst ekki rangt við þetta sko. Ég rosalega illa við að skila gjöfum sko. Ef að ömmur eða einhverju gefa mér hellaljót föt, þá svona passa ég alltaf að ég veit að þau eru á leiðinni. Þá fer ég í þetta. Maður hefur lent í því. Ég get þetta staðfesta hér, ekki það að amma mín sé með slæman smekk á fötum, en ég viðurkenni það að það hefur gerst sko að maður hefur farið í peysu bara þetta eina jólaboð daginn eftir. Manstu ekki, maður fór alltaf í fötin strax sem maður fekk frá ömmu og svona afa og þá maður mættur í þeim daginn eftir í jólaboð. Sko málega það sko, eins og núna lendi ég á þeir sem muni gefa mig föt í ár. Ég mun áblæða þurfa að skipta þeim sko því að fólk veit ekki að ég búin að bæta kannski 1 X hérna fyrir saman elli sko. Getur ekki bara að láta þau vita af því? Nei, ég ætla ekki að láta þau vita af því sko. Eða tekið þetta, hvernig verður þú að taka bara þetta 1 X af þér? Já, þú veist, á svona, ég ætla ekki að niðurlega samt sjálf mig með að fara í þetta fyrir framan alla og svona, ég held ég þurfa að taka 1 stærra. Það er að taka aðeinslega þetta, en ég getur þetta að skipta þess aðeins. Nei, kannski þeir sem ætla að gefa mér eitthvað fött og kannski bæta 1 X í þessi jólin. Já, ok. Bara þessi jól. En það er allavega, ég ætlaði bara að tjekka þér, því að það er fullt af fólki sem að það er, 43% finnst, sko, vont, en þess að niðurlandi ef að gjöfin er endurgefin. Þú veist, ef ég gef þér eitthvað sem langar ekki og gefur eitthvað með öðru, mér er drullu saman. Já, nákvæmlega. En ég er að spá, ef að þú fattar að gjöfin er endurgefin, skilur, hvort það ekki eitthvað. Já, ég meina. Þú veist, til dæmis að fara eitthvað frá bróðinum og átt að svo að býta, herru, þetta ekki sem að geti frændi eitthvað hérna í síðustu jól, eða? Alveg sama. Alveg sama. Herru, maður fá fyrsta jólalagið og svo er það splungun í dagsköluði sem heitir Makar. Nei, Hjörvar. Já, maður ekki Hjörvar fyrst. Já, ok, sorry. Hvað skal það syngja þetta, Hjörvar? Takk fyrir hennan. Er ég bara kóngurinn, ekki Lennon? Þetta er John Lennon sjálfur. Hvað ákveður þetta að spurja um þessu? Er ég lítið út úr að það, ég skur að vita þetta ekki. Já, þetta var að sjálfsögðu meistari John Lennon og Hjörvar til hamingju með hárrétt svar. Takk fyrir það. Hérna, eins og við sögðum ykkur án, þá ætlum við að hringja í ungan mann. Að spila bútinn aðeins með honum hérna. Já, við ætlum að spila hérna fyrir ykkur bút. Þetta gerist í þætti Simma og Jóa fyrir 2 árum síðan. Á Bylgjunni, allir eru að hlusta. Bylgjan, allir eru að hlusta. Svo björt og brosandi. Þá gerist það að hringir inn ungu drengur og já, við skulum bara spila hérna fyrir ykkur, já, það sem gerðist þarna. Já, ég er á Húsavík. Þú ert á Húsavíkinni? Já. Fatt þetta Húsavík? Já. Hvernig er staðan? Er ekki fullt af túristi núna á Húsavík að koma til að skoða hvali og svona? Það er svo það, já. Þannig að myndur þú segja að bærin væri margfaldur? Já, það getur bara vel verið. Já. Hefur Húsavík tvöfaldað sig á ferðamennsku? Já, ég veit það ekki, það getur vel verið. Já. Þú talar skringilega? Talar skringilega? Nei, ég segi svona það. Það er norðan. Skemmtilegu reymur þarna á ferð. Hvað heitir þú? Hjörvar.
Hæ? Hjörvar. Heitirðu Hjörvar? Já. Ég held þú væri kona. Hvað son ertu Hjörvar? Gunnarsson. Gunnarsson. Hvað ertu gamall? Ég er 13 ára. Já, það skýrir. Veistu það, Hjörvar? Ég ætla ekki að vera leiðilegur. Ég held ég var að tala um svona 56 ára gamla konu. Sem því að þú ert svona... Þú ert á þessum aldri. Jóhannes. Jóhannes. Drengurinn er á viðkvæmum aldri hérna. Þú getur ekki hagað þess svona. Jói. Hvað séu, 13 ára? Já. Já, ertu komið með vinnu í sumar? Nei. Nei. Hvað ertu að gera? Já, þetta er sem sagt atriði sem gerist í þættinu fyrir 2 mánuð síðan og Hjörvar Hafliðason snillingur fann upp á nafna sínum. Við erum með svona lítinn klúbb í gangi. Já, og Hjörvar, ertu á línunni? Jú. Sæll og blessa, hvað segirðu, kallið minn? Bara ljómandi gott. Nei, ekki. Herðu, hann hló mikið hérna Jói, ég heyri að það er nú orðin sterkari í röddin í dag. Jú. En hvað maður spyrja, var þið strýtt á þessu dæmi eða? Nei, en þú veist, menn hafa verið fyndnið sko að segja mér frá þessu. Já, ok. Ég hafi mist af þessu, alveg fyndið. En þetta er skemmtilegt sko. En það er náttúrulega bara sérstaklega gaman að heyri þér svona 2 mánuðum setna. Ég heyri að það er eitthvað með útvarp fyrir aftan þig, þannig að það voru alveg ekki. En að heyra röddinni þér, hvernig hún hefur breyst á þessum 2 árum. Það er töluvert. Já. Já, það gerist. Þetta er náttúrulega, menn fari í mútur og svo menn komið hérna. Já, það er það sem gerist, já. Já, ég er að segja Hjörvar hérna, nafnaðinum. Já. En hvað er það að gera á Húsavík? Hvað er að gera? Núna það bara? Já, bara í lífinu. Það er nú bara, þetta er venjulega, sko. Er það ekki 10. bekkur? Er það ekki grjóthart að vera í 10. bekki á Húsavík? Jú, við erum náttúrulega aðalmennirni núna. Já, maður verður aðalmaðurinn svona sjálfkrafa í 10. bekk. Já, maður finnir það alveg, sko. Já, ég beið eftir 10. bekknum að því að þá svona vissi ég, ok, þá verður maður svona maðurinn, þá stjórnar maður göngunum í gaganum, sko. Það er alltaf þannig. Já. Ég meina, já, það voru alltaf svona, samt maður náði aldrei að verða kongurinn í 10. bekk, sko. Nei, það voru aðrir í því. Þú varst í svo stórun skóla líka, það var kannski þægilega. Það er erfitt, sko. Já. En þannig að röddin er samt bara komin í lag, en þú bjóst aldrei við að vera svona YouTube sensation. Já, þú veist, það er maður komið með þessu juice, þetta er bara heimsæðar, sko. En settir þetta sjálfur á Facebookið þitt? Nei, það var ekki svo gott, en bara sá sem gerði það, takk kærlega maður. Takk kærlega, ég heyrði það greinilega út á norðan. Þetta er helviti gott. Já, en það er við ætlum bara að heyra því að þú ert svona fyrsta íslenska YouTube sensationu og okkur langar bara að heyri þér og aðtöga hvernig þú hefðir það í dag og hvernig röddin væri á kallinum. Já, hún hefur aldrei verið betri. Ég fíla það. Takk aðeinslega fyrir okkur, Hjörvar, og hafa það sem allra best. Já, takk sem þig. Ok, bye. Já, þetta, Hjörvar, þú græða númerið þarna hjá nafnaðinum og... Ég meina, Þetta er ferskur strákur. Já, hann var náttúrulega búinn að skána mikið um röddin. Já, þetta var alveg ótrúlega fyndið þarna sem að Jói hringið hann og... Það er náttúrulega svo fyndið að því að hvernig Jói bregst við. Þetta er óábyrgt á hann. Já. Þetta er náttúrulega 2 barna faðir í dag og þetta getur komið í baki á hann setna. Enda var Simmi að reyna að róa. Já, ég er að segja, þetta var að koma í baki á hann. Við skulum slaka aðeins á. En herðu, það er ung stúlka sem liggur því miður veik á sjúkrahúsi og hún hlustar alltaf á þáttinn. Hún heitir Anna, þessi stelpa, og hún sendi mig post og hvort að hún geti fengið að hlusta á Justin Bieber Mistletoe. Misarasta tónlistamann í heimi. Já, og þetta er nýjasta jólalagi hans og Anna, þú ert að hlusta, sem ég veit út að gera, látið þið batna og við Hjörvar sendum bara áttu kveður, en hérna er lagið. Herru, já, FM 95 blöð á FM 957 þannig að 50 daginn og þetta var sérstætt óskalag en við Hjörvar ætlum að fara núna í nýjan dagskrárlið sem að heitir Makar frægafólksins. Það er sem sagt, það er ekki það mikið fjalla um þá í íslenska fjölmiðlum, er þetta ekki sammála því? Og kannski sumir sem að vilja kannski ekki, þú veist, koma í sviðsljósi. Ekki nógu mikið, hvað, já, ok. Ég veit að ég er reyna búið, hjálpaði mér að peppa þennan nýjan dagskrárlið. Já, ég ætla að peppa það, ok. Eins og við séum búin að hugsa þetta. Alveg rétt, ég sammála þér. Já, og við ætlum að athuga hvort að við fáum viðtal við maka, frægrar persónu. Hún Vala Grand byrjaði með stráka á þessu ári sem heitir Eyjólfur Svanur
Og já, ég var að bara hringja í kappan og svona athuga hvernig sambúðin og annað gengur og það verið gaman að hefði svara, maður sjá. Ég ætla að tala aðeins við hlustendur á meðan hér. Já, það er sem þú er að bjalla í mannin í lífi hennar Völu. Vala náttúrulega sló í gegn hérna í, ég var ekki mbl.is með sjónvarpsþætti sínum, þar sem að hún tók upp einslög á samt föðu sínum. Það er maður að segja hringir. Sem alltaf vinsælt. Já, maður sjá. Halló. Já, góðan daginn, það Eyjólfur Svanur? Það Eyjólfur Svanur, já. Komdu sæll og blessar Auðun Blöndal heiti og á móti með situr Hjörvar Hafliðason. Já. Við stjórnum hérna þættunum FM 95 Blöð á 50. Já, sælir. Sælir, herðu, við vorum að byrja með nýjan dagskrárlið hérna við bræðurnir sem heitir Maki fræga fólksins. Já, hérna. Ég ætlaði svona aðtúa þar sem að nú ert þú með, já, einni frægustu stúlku landsins, hún Vala Grand. Jú. Passar það ekki? Það passar. Ég ætlaði svona aðtúa hvort þú mættum taka þessum á tali. Eru þið í loftinu núna? Já. Já, skjótaði ykkur. Já, hvað hérna, hvernig að vera með svona frægri mannesku? Það fræg ekki fræga, breyndislega að vera með Völu. Já, en hérna... Nei, hún þetta fyrir aftan, við. Já, hún að hlusta. Hún ekki grjótörfi? Þú verður væntanlega hagaður og hún ritskoðar allt sem hún segir? Nei, ég ætli það. Snú ekki inn áttina frekar. Hvað er þið Vala búin að vera lengi saman? Heyri, þetta eru konið nokkra mánuður á okkur. Já. Hittumst 1. ágúst. Og hvernig hittist þið, maður spyrja? Heyri, við águst bara saman á bensinstöðstrákar. Já, glæsilegt. Varst þú að vinna á þeirri bensinstöðu? Nei, ég var að ná mér einhverja kerru þarna og hún var að fá sér bensin bara. Og það bara blossaði eitthvað? Það blossaði bara eitthvað. Já, fíla það. Glæsilegt. En hvernig það? Nú ertu með hérna svona landsþektri stúlku og hvernig þeir eru farið saman á skemmtistæði og annað? Finnur þú fyrir öfund? Nei. Ég getum ekki sagt það. Það er greiðalega athygli stelpan. Já. Þetta maður er stísó sem en... Nei, þetta ekkert. Já, en finnst þér óþægilegt hversu mikla athygli Vala Grand fær þegar þau eru saman? Það getur verið stundum, sko. Það er svona eftir hvar maður er stattur, sko. Já. Landi gegnum Smáralind með börnin okkar þá getur verið svolítið skrítið, sko, þegar að vera að stoppa og fá að taka myndir. Já, ok. Þessum maður er ekki alveg vanið, skilur við. Nei, það er allt inn með tímanum bara. Hvað er framöndan? Núna hjá okkur, hvað er Vala að fara að gera? Ætlar hún að fara eitthvað meira í fjölmiðluna? Heyrðu, já, hún er eitthvað að byrja þarna bara með einhver útastöð þarna inn í Garðabæ. Já, mitt. Eitthvað að leika sér svo, en veistu, hún eiginlega veit ekkert hvað hún ætlar að gera. Það er svona hálfgerð rótlaus núna akkurat þessa stundina, sko. Er einhver sens að við myndum fá að sjá ykkur saman í einhverju verkefni, svona eins og The Kardashians eða einhverju svona skemmtilega? Nei, ég er ekki mikið fyrir þessu. Ég myndi nú horfa á The Grands. The Grands? The Grands? Já, Grand. Nei. Það er ekki minn stíl. Þú ætlar þá ekki að taka upp nafnið Eyjólfur Grand? Ætli það, strákar. En ég sé allavega að þú ert úr góðum bæ, þú ert úr Kópavogsbúi. Jú. Og hún Keflvíkingur. Já. Hvernig hérna... Og blanda. Er það ekki eitruð blanda? Jú, það er eitruð blanda. Ég skal trúa því. En við hérna, já, það var gaman að heyra þér, Eyjólfur, og þú varst fyrsti mann til að taka þátt í Makar fræga fólksins og þannig að þú segir okkur hérna sem sagt, svona ef við förum aðeins yfir þetta, þá er erfitt að venjast aðteklinni en voðalega Vala Gasprandur, hvað er Vala að segja þarna bak við þér? Hún er eitthvað að forréttast hvað er í gangi, hver er að ringja. Já, segja henni bara aðeins að slaka á, þú megið fá þitt moment. Hún er búin að fá að skína. Hún er búin að fá að skína nú lengi. Já, en ég hvet ykkur sem ég væri til í svona einhvern raunveruleika þátt eða eitthvað og fá að fylgjast með ykkur skötuhjón. Já, þú segir, herru. En hvernig, já, réttinn í lokin, af því að hérna nú var hún, það var landsþekkt hérna samband hennar Völu, fyrra sambandi og ég spurði hann um það hérna daginn. Er það eitthvað strákur sem að þú hitt? Hann þarna, svo sem hún var með síðast eða þar síðast á, hún á nú fleiri fyrirvandi kærasta, sko. Já, sem að var með henn hérna í Íslandi í dag. Íslenski gaurinn þarna? Já. Já, ég er reykist á reyndar í einu partí, fórum að Halloween partí. Já, ok, og það hefur ekki verið neinleiðandi? Nei, strákum minni. Nei. Allt fullari fólk, fínasta fólk að saman. Það er hárrétt, þegar. Herðu, bara takk kærlega fyrir að svara og takk hérna fyrir að taka þátt í þessu með okkur, mestari. Ég er sömulegð, strákum minni. Það er glæslegt, ok, vinnur. Já, þetta, hún er kolvillisinn á baku Vala, maður. Hún var eitthvað reymaður, en því fólk náðu ekki en Eyjólfur. Já, þetta var hann Eyjólfur Svanur sem er, nýjasti kærasti Völu Grand
Og þetta var bara topp náðingi. Það var jarbundin og gett eitthvað maður. Já, og ég óska þessu sambandi allsins besta. Viltu vera hrókur allsfagnaðar og bjóða alltaf 10 manns í hádegisverð á La Luna Trattoria, Rauðarárstíg 37. Á hverjum 50 degi í morgun þættir Magasín drögum við út heppin einstakling sem fær að bjóða alltaf 10 manns upp á eldbakaða pizzuveislu í hádeginu á La Luna Trattoria. Send okkur post á magasín.fm og þú ferð í pottinn. La Luna sérhæfir í ekta ítalskri matagerð þar sem eldbakaðar pizzur, fjölbreytt úrval af pastaréttum og ítölsk matastemming í hávegum höfð. Magasín á FM 957 og La Luna Trattoria. Guarda la luna, guarda le stelle, guarda tutte le cose si sono belle. La Luna Trattoria. Jóladagatal FM 957 í desember. Fylgstu vel með í desembermánuði þar sem við munum 3 á dag fram að jólum, opna glugga í jóladagatali FM 957 og gefa hlustendum veglega vinninga. Vinningarnir eru gjafabréf frá Topshop Kringlunni og Topshop Smáralind, Samsung Galaxy Ace og Galaxy Mini snjallsíma frá Samsung, jólaþrennan frá Happaþrennunni, færð þú þann stóra í vinning. Gjafabréf frá Orablum sokkaböksum, TG hárvörupakki frá Bedhead, bæði fyrir stelpur og stráka. Allir vinningshafar fá einnig fylltar skeljar og pippmóla frá Nóa Sirius og Egils malt og appelsín frá Ölgerðinni. FM 957 er jólasveitnin þinn í desember. Hó, hó, hó og hó! Það er að gefa mömmu á 50-sammalinu. Ég veit, gefum henni kúltúr óskaskrín. Hún getur þá sjálf valið hvað henni langar mest að gera. Hvort sem það er konfettgerð, vínsmökkun eða eitthvað allt annað. Já, hún verður alltaf að potti dánu með það. Það er fín hugmynd. Óskaskrín er ný leið til að gefa tækifærisgjafir. Gefðu upplifun í öskju. Óskaskrín.is. Nám í atvinnuflugi í Flugakademíu Keilis veitir fjölþjóðleg réttindi og býður spennandi starfsmöguleika. Umsóknarfrestur til 9. desember. Stemdu hátt. Keilir.net. 25 ára afmælisleikur Lotto. 25 glæsilegir aukavinningar í desember. 1 milljón fyrir hvert ár þegar þú kaupir 10 raðir í Lotto eða Víkingalotto eða ert í áskrift. Lifðu þér smá afmælis Lotto. Ekki augra viðtækinu með of framsækinni tónlist. Leyfið frekar að spila eitthvað sem það kannast við. Dekraðu í útvarpið þitt með rafmagninu frá okkur. Orkusalan. Við seljum rafmagn. Nóa Kropp. Ómissandi, brakandi snilld. Hraðpenningar.is. Tíminn er núna. Mikið úrval af tískufatnaði á góðu verði. Dorothy Perkins, Smáralind. Velkomin í heim hátækni. Sjónvörp, tölvur, heimabíó, hljómflutningstæki, farsímar og fullt af skemmtilegu dóti. Og það eru alltaf einhver tilboð í gangi. Velkomin í heim hátækni. Ármúla 26. Þú þværð bílinn hjá okkur. N1 bílaþvottastöðvar. Skyrta í kaupæti með öllum jakkafötum. Herra Hafnarfjörður. Nú stefnir lottopotturinn í 60 milljónir. Kannski koma jólin snemma í ár. Lefðu þér smá lottó. Ice Cold. Falleg íslensk guldsmíði og hönnun innblásin af íslenskri náttúru. Fegur íslenskra náttúru í öllu sínu veldi. Ice Cold. Fæst hjá Jóni og Óskari. Skráning fyrir vorun í Airbrush og Makeup School er hafin á airbrush.is. Hinn árlega jólalest Coca-Cola fer höfuðborgarsvæðið laugardaginn 10. desember með tilheyrandi jólatónum og ljósa dýri. Fylgist með ferðum jólalestarinnar á jólastöðinni FM 96,7. Coca-Cola, með þér jólin. I can't believe this is happening again. Oh. This is a real tattoo! Þeir eru mættir aftur í stærstu sínum dagsins. We had a sick night, bitches. Holla, city of squala. Númer 2 er komin á DFT. Jólagjafablað Bíkó er komið út. Stútfullt af jólagjafahugmyndum fyrir alla fjölskylduna. Bíkó byggjur upp jólastemminguna. FM 95 Blö er í boði. Smálán Kredía hjálpa þér að brúa bilið. Láttu það eftir þér, 1 SMS í 1919. Kredía. Lakkeról, ekki fyrir fótboltastráka.
FM 95 Blö í boði. Smálán Kredía hjálpa þér að brúa bilið. Láttu það eftir þér, 1 SMS í 1919. Kredía. Lakkeról, ekki fyrir fótboltastráka. Kom bara fyrst. FM 95 Blö á FM 95. Það er rétt FM 95 Blö á FM 957. Það styttist í, næsta gest. Það er hann Ari Eldjárn sem að, er nú líklegast bara vinsalasti grínst til landsins, en það hrikalega fyndinn og er einmitt að hringja núna, þannig að getur verið ég þurfa að hleypa honum inn. Hann er náttúrulega vinsæll og svo náttúrulega Brjátbreki líka vinsæll. Já, og Brjátbreki er nefnilega ekkert síður vinsæll heldur en Ari. Þannig ég var að spá í, er ekki svona betra fyrir Ara, hann kom hérna fyrst í heimsókn áður við hringjum í Brján. Hvað finnst þér það? Fínt og líka gaman með auglýsingarnar hérna, það er svolítið gaman að hlusta á þér. Já, það vita ekki fá margir en sá sem að tala inn á flestar þessu auglýsingar heiti Kristján Þórir Hauksson. Já. Og það er ekki nómaðan sem er fallega rödd, heldur hann jafn fallegur sjálfur. Já, hann er með fallegri mönnum. Hann er glæsilur. Já, stór glæsilur. Og það hérna, en ég var satt að spá í hér, það er stór helgi framöndan í boltanum. Ég vil reyndar ekki ræða leiki gærdagsins og hef 0 áhuga á því og ætla ekki að gera það. Lendi í, ég verða viðurkenna það, var svona bara ömurlegt. En leikur helgarinnar er náttúrulega El Clásico. Já, sko ef að fólk heima ætlar að horfa 1 leik bara á árinu, þá horfa á þennan leik. Já, það er svona Real Madrid-Barcelona og núna eru Real Madrid þegar ekki með 4 eða 6 stig. Ekki 6 stig, það er 6 stiga fórstöða, þannig að þetta er svona, þetta er líka laugardagskvöldi og menn alltaf, þetta er góð leið til að byrja kvöldi eða sitja bara heima á sér og njóta þess að horfa og þetta er svona eins og ákveðin listasýning. Þarna eru 2 bestu fótboltamenn í heimi sem mætast í sikkur liðinu. Þá eru þetta Messi og Ronaldo. Þannig að það er bara allt til alls til að þarna verði mikil hátíð. Hvor er betri, Ronaldo og Messi? Það er ekki hægt að svara þessu. Messi er besti fótboltamaður heims samkvæmt FIFA. Hins vegar er ekki hægt að bera þetta saman því að þeir eru svo óbúslega ólíkir. Ronaldo er svona meiri íþróttamaður eitthvað. Meiri íþróttamaður. Hefur séð Messi á fullri ferð hvernig heldur stjórnum. Ég er að tala svona það er að rífast um þetta endalaust. En myndi Messi standa sig jafnvel í Real Madrid eins og Ronaldo gerir þar, en myndi hins vegar Ronaldo fitta vel inn í Barcelona eins og Messi gerir. Þannig að þetta er svo óbúslega erfiður samanburður. Já, það er enda rétt hjá þér. En það er líka sko annað með leikinn til dæmis helgina, þó á sért stúlku og hafir ekki áhuga á fótbolta, þá eru þetta menn eins og Cristiano Ronaldo og fleiri sem eru ágætis konfekt, þannig ég held að þetta sé bara eitthvað fyrir alla. Þykir hann ekki einhver huggulegasti maður í heimi í dag? Já, ég ætti raut með að sparka honum út úr held ég. En við viljum að fá hérna 1 lag og svo er komið að skemmtikraftunum með það er bæði Ari Eldjárn og Brjátbreki. Við getum þess að rætta hans við Ara Brjátbreka. Hvaða lag er þetta? Hæ? Ok, þetta er Labyrinth, Earthquake. Þá vist það voru stórkostlegt. Þetta er gott lag. Þetta er strákandir, ég veit ekki eins og hvort ég hljómsveit eða ekki, þetta var alltaf Labyrinth og Earthquake. En hinga er mættur, einn finnasti maður Íslands, ef ekki sá finnasti, Ari Eldjárn, verður velkominn. Já, blessaður og sæll. Hvað segir kallinn? Ljómandi fínt bara. Það ekki? Jú. Fyrsta sinn sem þú kemur upp í FM 95 Blö? Já. Já, alveg komið tíma á það. Já, algjörlega. Og allt gott að frétta? Já, allt í lukkuna velstandi hjá mér, sko. Já, það er svo fyndið, þú ert hérna, mér finnst þú, sko, hvað ára ertu fæddur? 81. 81, já, þú ert ári yngri en ég. En mér finnst samt svona eins og þú sést yfir með hafið þegar þú talar. Það er bara, mér finnst ég að verða bara einhverjum krakka. Það er allt gott hjá mér og ég er bara svona, ég er svo mikið. Fyrir ekki, ég er bara svo fórpókaður, ég er svo hræddur því fyrir útvarpið. Já, ok. Já, þið fáið ekkert upp með mér. Þetta er svona nákvæmlega, svona ákkurat öfugt við að þegar ég hitti hérna Erp Eyvindarsson. Þá hérna, ég hugsa alltaf með mér, Erpur er þegar maður eldri en ég má alveg verið í þessu, sko. Hann er í meira rugli en ég, sko. Já, hann er yngri með allir og hann er samt eldri með allir. Já, það er líka, ég fíla svo leiðismenn. Hérna liggur ekkert á þessu. En hvað er að frétta kallinum? Bara ljómandi gott. Já, þú ert sko, nú ertu gríðarlega vinsæll grínist, en það er samt ekkert, maður sér þig ekki framan á öllum bókum eða diskum fyrir jólin. Er þetta að gefa eitthvað út fyrir jólin? Nei, ég er alveg búin að vera mjög róleg með það síðan. Ég gaf út plötu fyrir 2 árum. Já. Ég bara gaf hann út bara sjálfur og dreif þenni sjálfur. Já, ok. Það var mjög gaman, sko. Það var mjög erfitt líka, en þarna, ég hef ekki gert það aftur, sko. Nei, þannig að þú ert ekki með einhverja bækur og diska og eitthvað hérna í öllum búðum? Nei, en kannski gerir maður einhverja grínplötu á næsta ári. Sketsum og... Það er náttúrulega eitt skemmtilegasti sko, svona grínskets sem ég heirt af Íslending er hérna FM útvörin eða ressa útvörin. Já, þegar FM hnakkin gerir jarðafara tilkynninguna. Já, það var svo gaman að gera þann skets að
Það var bara, ég held ég ekki eldri. Og það kannski þess vegna sem ég kemur svo sjaldan í FM líka. Ég reynda búin að koma 2 ár á þessum degi, ég held að það sé annars getur sem ég kem í dag. Nú, já. En þið eru hérna með Ísland frændur. Þið eru náttúrulega gríðarlega vinsælir og þið voru að taka upp einhverja þætti. Já, við kláruðum að taka upp þætti fyrir mánuði, leikni grínþætti. Er þetta fyndið? Já, mér finnst þetta ógeðslega fyndið. Hvernig er þetta fyndið? Er þetta einhverjum svona karakterir eða er þetta bara svona sketsar eitthvað? Hver þáttur er svolítið svona eins og heild og það er svolítið hernaðarleyndarmál hvað hver þáttur er Svo eru sumir karakterar sem ganga aftur og það eru sketsarana sem eru, það eru nokkri sem að ég held að verða alveg helvíti flottir þegar vera tilbúnir, dálítið klikkaðir og svo bara sjá, maður veit náttúrulega aldrei sko, en þetta er mjög öðruvísi sko. Já, öðruvísi grín. Já, þetta er skrítið. Já, er ekki komið tími líka á eitthvað nýtt og eitthvað skrítið? Jú, bara skemmtilegt. Mér finnst þér að komið tími bara á eitthvað gamalt og eitthvað bara svona skothelt. eitthvað svona sem maður vill bara fá eitthvað. Já, þetta er þannig tími. Fólk vill fá svona Chaplin-grín, svona kalla í harðkúlu höttum að detta á rassinn og píanótónlist. Já, það þarf að vera detta afturinn. En þið, strákarnir, eru í kvöld eða ekki með sýningu? Jú, við erum með sýningu í kvöld og á morgun í Þjóðleikhúskjallaranum. Og þetta er bara árum fyrir mig jólafrí. Og við erum með uppáhaldsgrínistamenn með okkur, sem er hann Andrei Wikström frá Finnlandi. Ok. Hvað er Sam og var síðast eða? Nei, það er normaður, Dag Söðurós heitir hann. Ert þú bara búinn að kynnast fólki hérna alla drissur og ert að draga til Íslands að halda stand-up? Já, ég er orðin svona skandinaviskur grínisti. Það er bara rosa mikið að grínistum til á Norðurlöndum og ég fekk að fara á hérna Oslo Comedy Festival í fyrra og það var allir grínistunni þar að tala norsku bara. Það skal við prata lite grín här á norsku og bara svona grín á norsku og þar hitti ég þennan mann, ég hafði hitt hann áður á Íslandi. Hann er sænskumælandi finni og hann gjörsamlega gerði allt vitlaust þarna. Hann er stórkostlegur. Ég skal trúa að finna sér fyndina því að þeir eru svona frekar þungblindir og svona eitthvað við. Já, hann er bara, þú veist, Íslendingar eru bara eins og finnar. Það er myrkur 9 mánuði ársins og svo er birta 3 mánuði ársins og þá er allir rosalega manískir og glaðir og svo verða ekki þungblindir. Drekka rosa mikið líka? Jú, þeir drekka mikið. Þeir enda að drekka nú held í meir en Íslendingar. Það eru grjótarir. Já, það er líka sko, það er mikið þungar okkur dauðar okkur í Finnlandi. Já. Mjög skemmtilegt. Það er alveg sama, ég fór á eitthvað svona, við báðum svona flottasta veitingastæðin þegar vorum að nota að taka upp. Og þar var bara, now that the world is through with me. Það var bara, stundum að fá sér bara steik og rautt og... Já, sko í Finnlandi og Noregi, þar er þungarokk ennþá sko... Ekki bera saman, Noregur er ekki cool sko. Nei, þeir eru með metal-blæti líka. Og þú veist, þú ert kannski með Justin Bieber í fyrsta sæti og svo er bara, þú veist, Dimmuborgir í öðru sæti. Fjölvar þólir ekki Noreg sko? Jú, þetta þóli ég nú, heyrðu ekki, wow. Heyrðu, takk tilbaka. Já, ég tek þetta tilbaka. Ok, heyrðu, hérna, hvað finnst þér ekki fyndið? Mér? Hvað svona þættir, bendur bara á svona 3 þætti sem finnst ekki fyndir? Þættir eins og segjum til þess Mr. Bean sem eru ófyndustu þættir allra tíma? Nei, Mr. Bean eru frábærir. Já, þeir eru ömulegir, ok. Hvað er með eitthvað meira? Jésús, menn ég get eiginlega bara bent á eitthvað sem mér finnst fyndið, sko. Já, þú ert svo diplóð, því að finnst eiginlega, þú segir aldrei neitt slæmt neitt. Nei, maður ætlar ekki að fara að dissa eitthvað, þá er eins gott að vera búin að hugsa vel hver það er, sko. En það er ekkert svona, því að dettur ekki í hug eins og leiðum með dettur eitthvað ófyndið í hug, þá er það, þú veist, gæjar sem að herma eftir Borat og mér finnst ekkert ófyndara en Mr. Bean. Já. Það er ekkert svona sem finnst svona alveg ekkert fyndið. Já, ég er ekki... Friends fyndið? Já, Friends voru fyndir. Já. Friends voru svona þættir sem ég sagði alltaf, ég horfi aldrei á þetta, sko. Svo kom ég ljós, ég þekkti hvern einasta þátt þegar maður var að tala um það. Ég er enda sko, ég veit ekki með Friends, finnst þið eitthvað eldast vel? Hafið þið horft á eitthvað nýlega? Fötin eldast ekki vel, en mér finnst margir þættirnir mjög fyndir en þá, sko. Já, nákvæmlega. Ég horfði inn að Blade 8 daginn, mér fannst það eitthvað skrítið, ég skipti á King of Queens, en svo reyndar, þú veist, ég er ekkert búinn að gefa Friends upp á bát. Veistu hvað var ógeðslega fyndið þættir í Kanada? Hale and Pace. Já, þeir voru fyndir í Kanada. Þeir voru ógeðslega fyndir. Þeir voru byltingakendir. En þeir voru samt svona eins og breski þættir oft, svona 5 atriði ógeðslega fyndin og svo kom einhver 2 alveg ömurleg. Já, sem að skildi ekki heldur hvað var verið að vísa í, bara einhver svona verkamannaflokkurinn í Bretlandi grín og þú veist, mér er þess að Little Britain dutt stundum í þetta. Já, það er alveg sumt þar sem bara og South Park eru frægir fyrir það. Þátturum byrja stórkostlega, maður grenjar og hlátir, svo breytist allt í einu að bara það er einhver risaðilega sem heitir Barbra Streisand og er að drepa alla. Maður bara svona, hvað, veist, ok, þurfti að fýra upp í það til að ná restina af þættinum. Þannig að það er oft svona, sko. En Simpsons eru upp á stættinni mínir, sko. Sérstaklega gömlu fyrstu 10 seríurnar. Þú veist, en Simpsons voru svo leiðilegir, sko, eftir að hlusta núna á Simpsons, að hlusta á einn upprjónlega Homer. Já. Hann er alveg ómögulegur eða eru búin að venjast góða Homer. Já, þarna talar einhvern veginn svona. Munið ekki eftir fyrst þegar Simpsons var að slá gegn, þá voru allir að tala um allir að horfa á Bart Simpson í kvöld. Já. En svo varð Homer kóngurinn eftir svona 3 ár. Já.
Það þarf 9 kom. Já. Bart var svona, já, einmitt, okkar kynslóð tengdi mest við Bart, en það Homer sem maður, og núna Homer það sem ég tengi við, sko. Ok, ef það var í keppni, hvor finnari? Cartman eða Homer Simpson? Homer Simpson myndi... Ég myndi verða að segja Cartman. Cartman myndi taka hann, Cartman miklu finnari. Cartman myndi standa í honum, sko, en Homer myndi buffa hann, sko. Ég óskaði stundum þegar ég var að horfa á South Park, þá var ég stundum að hugsa að ég geti óskast að Cartman væri bróðið minn. Ég væri svo til að hafa hann bara á heimilinu mínu. Bara svona ógeðslega freka hann og bara þegiðu það Cartman. Þannig ég var alveg til að alast upp með honum. En ég var að spá í hérna við mögum gefa miða á eftir eða ekki? Jú, það spurning hvort við gerum það ekki bara. Ég bara henda það bara í beina núna eða? Já, hvernig virkar þetta þegar maður gefur miða? Þá þarf ég að skrifa niður nöfn eða fólk þarf að hringja í 511-0957 og ég opna bara núna hérna línuna og Ari, ég gerum mig greið. Ég veit að þú ert orðinn þreyttur á þessu því ég ger þetta alltaf þegar ég hitti. Svona ég bara. Nennirðu að gefa miðana sem Bubbi Mortens? Ég elska þú ert að taka hann. Nennirðu að gera þeirra mig? Ok. Herru, já, FN95 blöð. Já, góðan daginn, FN95 blöð. Góðan daginn, FN95 blöð. Já, góð dag. Já, gott kvöld. Já, gott kvöld. Þú heitir? Ég heiti Sigtryggur. Já, blessaður. Blessaður. Má bjóða þér að koma á sýningunni í kvöld? Já, það ekki. Það eru þá 2 miðar á þig. Já. Hvernig virkar þetta? Getur maðurinn sagt nafnið sitt í útsendingu annars að hann verið rændur á miðanum og eftir þetta? Já, hann kemur bara með skilíki. Þú heitir Sigtryggur og hvað svo hann? Þóris. Sigtryggur Þóris. Herru, þú á 2 miða. Frábært. Og góð skemmtun, ég er búinn að sjá þessa snillinga. Þetta er hrikalega skemmtilegt. Já. Þjóðleikur skjallarinn í kvöld. Herru, ok. Takk unnur. Bye. Ok, þú mátt ekki hætta. Þú verður að gefa miðan allan tíma sem Bubbi. Já, ok. Gjörðu svo vel, vinur. Halló. Halló. Okay. Já, góða kvöldið. Góða kvöldið. Ég á að tala svona. Þetta er flott, sagði. Já, ekki. Jú. Þetta er svona fyrir okkur alla. Þetta er fórnarkostnaðurinn. Já. Já. Það er fólkið sem við erum að tala við líka bara. Já, herru, geð með hana bara. Þetta er, ég get hlei endalaust þar. Hvað heitir þú einhverna? Þú ert að lækka þessu útvarpinu þar. Já, hvað heitir þið, segirðu? Já, Guðrún Björk. Guðrún Björk. Yes. Já, hvað hringir þú? Hvað segirðu? Hvað hringir þú? Ég hringi bara, ég er bara keira hérna. Já, bara keira að hlusta á þáttinn. Sér eitthvað auður og vanur hérna útvarpsmaður, hann byrjað að koma með þessa klassísk spurningu og hvaðan ert þú að hringja? Þannig er ég að hringja. Ég er bara í Ártúnsbrekkunni. Já, ertu frá Ártúnsbrekkunni? Já, það er flottu stað. Nei, þú ert ekki þaðan. Já, mér góða vinur minn ólst upp þar. Hérna, en Guðrún Björk, þú átt miða á strákan í kvöld? +1. +1, jú. En ertu mikið ein? Er ég mikið ein? Nei, ég get nokkið sérst á. Nei, viltu ekki taka eitthvað með þér? Jú, það. Herru, ok, stórkostlegt. Ég segðu þeim upplýsingar hérna fyrir það sem eru búin að vinna með það, Ari. Já. Mæta á hvert? Þetta er í Þjóðleikhúskjallaranum og þetta er klukkan 8. Er það að fá miða á miði.is? Já, en það lokar fyrir það held ég eitthvað aðeins fyrir sýninguna. Ok. En það er ennþá að kaupa miða þar. Ok. En bara mæta klukkan 8, rétt fyrir 8 í Þjóðleikhúskjallaranum til að fá gott sæti. Til hamingju, Guðrún Björk. Takk fyrir þetta. Glæsilegt, bæ. Herðu, þá erum við búin að gefa hérna 4 með og ég læti vita ef ég gef kannski 2 viðbúta eftir. Okidoki. Ég þakka þér kjalla fyrir komuna, miklu snillingur. Herru, takk sömuleiðis. Ég hvet fólk til að hlusta á Brjánbrekka sem að kemur hérna rétt og eftir. Það er allt morandi grínustum með okkur strákan núna. Það er aðeinslegt. Jólin eru bara einu svona ári. Smálan Kredja hjálpa þér að brúa bilið. Á hverjum degi til jóla fær einn heppinn viðskiptavinur lánið sitt fellt niður. 1 SMS í 1919. Kredja. Láttu það eftir þess. Hamborgarabúla Tómasar. Hamborgar í hádeginu, steikborgar á kvöldin. Hamborgarabúla Tómasar. Samfilm kynir Harold og Kumar 3D Christmas. Mr. Claus, can you feel any of this? Jólagrímyndin í ár er komin. Frábær grímynd sem ætti að koma öllum í sannkallað jólaskap. Harold and Kumar 3D Christmas. Frumsýnd 9. desember. Hraðpenningar.is. Lifðu núna. Snjallsímar á jólatilboði með brakinu eftir Issu Sigurðardóttur á hljóðbók og mánaðar áskrift af milljónum laga á tónlist.is. Þú fær jólapakkan hjá símanum. Fylgir Fréttablaðinu í dag. Við erum Ham. Jón Jónsson og Matti Papi í rockprófinu. Úlfur og Föstudagurinn langi. Hljótudómar, fréttir og fleira. Pop. Fylgir Fréttablaðinu í dag. Nýjar
Jack & Jones vörur í hverju einustu viku. Mikið úrval af töfffatnaði og fylgihlutum í jólapakkan. Bolir frá 19,90, skyrtur frá 4,90, gollur og hettupessur frá 5,90. Endalaust úrval. Jack & Jones Kringlunni. Jack & Jones Smáralind. 10 tíma ljósakort á Gullsól sólbaðstofu á 2.500 kall í stað 5.990. Dílar.is. Nýr hópkaupsvefur fyrir þá sem vilja meira fjör. Dr. Dillon og Viking kynna Rockquiz á 50-dögum. Rockquizi byrja klukkan 21 á annarri hæð á Dillon. Frítskot fylgir öllum drykkjum til miðnættis. FM 95 Blö. Alla virka daga frá 4 til 6 á FM 957. Finnst mér bara eitt flottasta lag frá Blaster Rock og Rottweilerhundum í langan tíma. Já, þetta er ríkalega gott lag. Mann þegar hann kom upprjóðlega lagi þá ringdi ég hann og sagði hann að vera lélegt. Já, Reykjavík Belfast. Já, það var einmitt á hrundaginn, 7. október 2008. Þú ert með svo gott minni, Hjörvar, það er alveg æðislegt. Þú ert svona, það er svona nettur reym með nýr. Það er réttur, ég viðurkenna. Þú manst líka dagsendingar og á árinu öllum svona íþróttaleikjum og eitthvað. Já. Ertu ekki góður í Trivial? Já, ég er mjög góður í Trivial nema brúnuspurningum. Já, það er enginn góður í þeim. Jú, ég var lent í gæðum sem er góður. Já, það. Þegar ég er að spila Trivial með einhverjum eins og í fjölskyldinni, þá vill ég lenda með Gunna sem er mágu minn, af því að hann tekur brúna og bláa. Ég er fínn í hinu, sko. Bláu ég redda heim, en alltaf þegar ég fer efst upp á höfuðreitina uppi, þá velja mér alltaf, látum að taka brúnt. Og þá kemur eitthvað, og William Shakespeare eitthvað, og ég get aldrei. Nei, þú taka bleiku. Ég hef lent í 17 spurningarstríki í bleikum. Þegar ég er uppi, má alltaf fara aftur á bleikum. En herðu, skulum ekki ræða Trivial meira hérna. Ari Eldjárn er nýfarinn inn á stúdíónu og það er bara svona smá comedy hour hjá okkur núna. Já, það komið öðrum. Já, hann er fyndinn hann Ari, en það er annars strákur hérna úti sem er ekki síðri og er að svona vinna sig í gegn. Hann heitir Brjálbreki og já, ég er alltaf að ringja hann síðan. Við skulum tekka hans á þessu. Já. Já, er það Brjálbreki? Blessaður. Hvað þú sagði alltaf að blessa? Byrjar það ekki á númerið? Hver er þetta? Þetta er Auti? Já, blessa. Já. Ég svo aðeins að kannast við þetta. Já, ok. Hvað segir kallinn í dag? Ég er bara góður. Er Sveppi með þér núna? Nei, Sveppi með mér á þriðjudum. Já, ég veit það. Ég var að pæla sko að þegar við erum saman á þriðjudum. Já. Á hverju er ég ekki með ógeðstrykkin þá? Bara því að það var svolítið batsins tíma bara og pínu svona búið held ég. Þetta er alltaf gefið, sko. Já, takk. Þannig að ég verið með áskoranir. Já, það var svolítið 70 mínútur og strákarnir og svona. Það var algjör snild. Já, takk fyrir það, Brjál. Það er aldrei að vita við blöndum í einn ógeðstrykk strákarnir, þó ég er... Það var eitthvað nett, sko. Bá líka eitthvað líðið, eitthvað frækt fólk til að taka einn ógeðstrykk. Já, við náttúrulega gerðum það oft á sínum tíma. Já, það var, ég fílaði það mjög vel, sko. Já, takk fyrir það, gaman að heyra. Ég held samt við séum ekkert að fara í það aftur. En hvað er að frétta kallinum? Bara gott. Það er ekki, ert að vinna? Hvað ert að vinna? Ég er að vinna hérna í smá öryggisstæmi. Já, ok. Ég má ekki segja það, sko. Já, ok, það er bara top security? Já, það er þannig. Já, en hvað hérna? Ég var aðeins að skemmta nú daginn, sko. Já, ég ertu fann að gigga á full aftur? Já, svona eitthvað bara í ammali og frendar mínum. Já. Ég var að pæla sko með Titanic. Já. Ég sá eitthvað valin besta mynd í heimi. Já. Veitu, hvað er málið með lið sem finnst að vera besta mynd í heimi? Vissi ekki allir að skipum þessi sökka? Já. Já, það er spurning. Þessi fyrirsjálegt er það. Já. Þessi heims getur fólk verið þeim. Já. Ég fyrir oft í bíó sko og félagið mér hringdi mér daginn. Spurði mig hvort ég ætlaði að koma í 10 bíó. Já. Ég sagði að nóg fyrir mig að vera 1 bíó sko. Já. Þannig að ég er alltaf eitthvað að djóka bara svona. Já, þú þarf ekki... En þú heldur mig enda með Manchester United, eða ekki? Já, ekki fara að tala um hérna leika líka. Var þetta ekki tónt Basel líka þess? Jésús. Var þetta ekki Basel? Já, svona eins og Basel, þetta fyndið hér, svona eins og Basel. Já, var þetta ekki bara Basel? Já. Það var ég tók hennar með félagin minn, hann heldur mig United líka.
Já, sniðugt þér. Það skemmtilegt og nærða að tvista svona orðagrín inn í fótboltalið. Já, svo ég á restaurant daginn. Já. Og þjónninn gekk upp að mér og sagði mér að væri með steikt nýru og nýru í kássu. Já. Þá sagði ég bara, heyrðu fyrirgefðu, ég vil ekki fá okkur læknasjónu þína. Þannig að ég Já, þetta er ágætis. Þetta er ágætis efniðar þessa dagana. Hvernig var tekið þetta í ammali á frændaganum? Já, mjög grenjaður og hlátri maður. Já, það ekki. En hvað hefur ekki þessi kúreka bar? Hefur þessi kúreka bar? Nei. Kúreka bar? Já, fyndi. Já, kúreka ball. Kúreka bar? Já, kúreka bar, já. Já. Þetta er skemmtilegt. Þetta er svolítið gamalt, held ég. Þetta grenjaður og hlátri. Já, hvernig þú ert að skemmta? Ert að fá þér í glas eða? Nei, ég er bara vinnuregla. Já, gott þér. Ég drekk ekki. Ánægð með það er góð vinnuregla. En Brjálbreki, það er alltaf, svona gaman að heyri þér, verður maður ekki að segja það og ég... Já, ég svo var eitt sem ég sagði nú daginn, svo sem snáðu í gegn. Já. Það er komið nýtt nafn á bestaflokkin. Nú. Vestiflokkurinn. Já, stórkostlega. Þessi er góður. Þannig að það grenjaður og hlátri við þessu, sko. Já, það virðast allir grenja og hlátri úr öllu sem þú segir. Já, svo, þú veist að náttúrulega núna er allt á netinu. Já, það fyrir allt á netinu. Það er að kaupa, þú getur bara keypt þér hvaða dót sem er, þú veist, á netinu. Já. Og þú veist, en hversu sorglegt er liðsamt sem fyrir inn á skýr.is. Þú veist, heldur þú getur keypt skýr þar eða? Æ, herðu, nú nenni ég... Já. Nei, þú veist, kemur þú skýrið út prentaran eða? Nei, þetta er... Nú er þetta að vera... Hversu sorglegt er þetta lið? Já, þetta er að fara í vitlaus áttíða núna hérna í lokin, kallið minn. En ég þakka að kjallaði fyrir gott símtal og var aldrei að vita um í tjekkaður eftir viku. Alltaf að standa þeim. Íslandi. Já, FM 95 blöð á FM 957. Brjálbreki búinn að koma með sitt efni. Já, hann baði að fá að vera með í Íslandi. Ég fyrir þetta hann hafi ekki fengið það. Nei. Það enda er það kannski tölur betra grín og alltaf slegið í gegn. Já. Ég hef aldrei hitt mann sem hefur farið á kvöldi og þeim strákurum ekki myndi skamma. Nei, ég verð að gefa henn það. Það er oft eins og til dæmis ég er nú maður búinn að vera kannski í fjölmiðlum, eða kannski búinn að vera í fjölmiðlum í rúm 10 ár. Og það er svona, sumir koma frá það, maður bara svona, já, en sumir verður maður bara að gefa, þeir eru alveg með þetta. En þeir líka með að það eru frekar klári strákar, nema Dóri er villsíkur, en eins og Bergur Ebbi, hann er lögfræðingur, hann er helgáðar, hann skrifa oft svona pistla aftan á Fréttablaðið og ég les aldrei pistla, þetta er alltaf eitthvað svona, ég nenni ekki að lesa, en allavega, þá var hann alltaf bara meika allt sens og var allt svona, þetta er greinlega gríðarlega velgefinn strákur, þannig að ég verð að gefa það þetta er skýri kallar. Já, ég hef nú sagt það áður í fjölmiðlum en það fer oft í taugarnar með þegar menn eru með eitthvað rosalega hæfileika og eru fluggáðir og sprenglærðir þá líður mér bara svona, ég er bara með það er svona væri fínt fyrir þig að tengja eitthvað við Dóru Díana. Þið gætu Við getum farið saman í eitthvað grín. En herðu, við erum bara að halda aðeins áfram með grínklökkutíma því ég er búinn að finna eitt uppáhaldsatriði mitt með þannum Ara Eldjárn og það heitir Jarðarför aldarinnar og er virkilega skemmtileg skets og er svona FM skets og ég er að spá að spila hann bara fyrir hlustendur, skulum heyra. Já, góðan daginn. Já, góðan daginn. Heyrðu, þú gerir útvarpsauglýsingar í það, ekki? Já, ég er rættur það maður. Ég er búinn að gera auglýsingar fyrir FM í 20 ár. Já, það er ekkert annað. Heyrðu, ég er sem sé með tilkynningu sem ég þarf að koma í útvarp. Það var það fráfall hjá móðurbróðum mínum og þetta er sem sé jarðarföruna og erfidrykkja. Hérna er allar upplýsingar. Má ég segja það? Ok, þetta er frekar basic. Herðu, ég kannski tek þetta og tvíka þetta aðeins til og gera þetta aðeins meira pró svo það verður svolítið sell í þessu. Skal við? Já, allt í lagi. Flott mál, herðu, kíkta á mig á morgun, þetta ætti að vera tilbúið. Jæja, er þetta tilbúið? Herru, ég var að klára það maður. Þetta er helvítið flott maður, ég er búinn að leggja fullt í þessu auglýsingu. Ok, má ég heyra? Já, byrju, hérna er það. Tjekka á þessu maður. Í síðasta skipti á Íslandi. Hann er fallinn frá, farinn, dáinn, látinn. Að eilífu og nú er síðasta tækifærið til að kveðja þennan meistara. Hermann Freyr Jónsson í Jarðarför aldarinnar. Hallgrímskirkja
Hallgrímskirkja laugardaginn 15. febrúar klukkan 14 og húsið opnar 13. Takmarkaður sætafjöldi. Stjörnupresturinn Pálmi Matthíasson, orgelsnillingurinn Hörður Áskelsson og Gospelkór Reykjavíkur. Erfidrykkja á Hótel Borg, 1000 inn, 5 í fötu á 1500 og DJ Bianco. Geymdu sálmaskrana því hún veitir 15% afslátt í Jack & Jones í Kringlunni. Blóm og kransar afþakkaðir en bendir á Liverpool klubbin á Íslandi. Ekki missa þessu. Aðstandendur. Hvað segir þetta annað með það? Já, veistu, ég held að gamli maðurinn hefði bara fellt sig við eitthvað svona. Frábært. Já, ég bara, takk hellega fyrir. Ég legg bara inn á þig og bara takk hellega fyrir þetta. Ekkert mál. Þetta bara vinna mín, skilur. Og já, ég er samríkir. FM 957 mælir með Karen Millen, Kringlunni og Smáralind. Í Karen Millen færðu glæsilegar jólagjafir fyrir konur á öllum aldri. Úr, skartgripi, skó og töskur ásamt glæsilegu úrvali af vönduðum fatnaði. Ef þú ætlar að gera vel við þína heittelskuðu þá mælum við með Karen Millen. Fylgstu vel með á FM 957 í vikunni. Þú getur verið heppin og næstir í skart frá Karen Millen. FM 957 og Karen Millen. Gleðileg jól. Naturfrisk Engifjöröl. Gleðilegur jóladrykkur. Þú fær brakandi ferskan nonnabita á 2 stöðum. Hafnarstræti í Reykjavík og Bæjarlind í Kópavogi. Nonnabiti, best fyrir svanga. 25 ára afmælisleikur Lotto. 25 glæsilegir aukavinningar í desember. 1 milljón fyrir hvert ár þegar þú kaupir 10 raðir í Lotto eða Víkingalotto eða ert í áskrift. Lifðu þér smá afmælis Lotto. Leifum nú útvarpinu aðeins að slaka á og látum nokkra ljúfa gömbutóna líða viðtækið. Það á það svo sannarlega skilið eftir allar þessar fréttir og popmúsík. Dekraðu við útvarpið þitt með rafmagninu frá okkur. Orkusalan. Við seljum rafmagn. Það fáránlega leiðinlegt að bíða. Þess vegna erum við snögg og hressum upp á makkan þinn hratt og örugglega. Makkland klappast í 30. Makkland.is Kjaftaðu fjölskylduna í kaf og sannfærðu dómarann leið. Kjaftaskja er spennandi og sprenghlægilegt spil. Alveg sprenghlægilegt. Skildu þig jólin. Kjaftaskja jólaspilið í ár. Fæst í Hagkaup. Eitt glæsilegasta úrval landsins af sjónvörpum í hátækni. Velkomin í heim hátækni. Ármúla 26. Þú þværð bílinn hjá okkur. N1 bílaþvottastöðvar. Skyrta í kaupæti með öllum jakkafötum. Herra Hafnarfjörður. Jón og Óskar, 40 ára. Sérvaldir 40 púnta demantar á sérstökum afmæliskjörum nú í desember. Jón og Óskar. Laugavegi, Kringlunni og Smáralind. Dr. Dillon og Viking kynna Rockquiz á 50. Rockquiz byrjar klukkan 21 á annarri hæð á Dillon. Frýtt skot fylgir öllum drykkjum til miðnættis. Skráning fyrir vorun í Airbrush og Makeup School er hafin á airbrush.is. Höfum opið í Elko Lindum og Elko Skeifunni alla daga til klukkan 22 fram að jólum. Allir leikir verða svo miklu skemmtilegri þegar mamma og pappi leika með. Fjölskyldu alias fær fjölskylduna til að tala saman. Fjölskyldu alias fæst í Elko. Kreppukvöld á Bar 11 á 50-dagskvöldið. Hljómsveitin We Made God leikur fyrir gesti og plötusnúður leikur lög af geisladiskum. Bjór á 4,50, skot á 4,50 og það er auðvitað frítt inn. Túborg og Bar 11 fyrir fólkið í landinu. Stórútsala í Nitro. 60% afsláttur af öllu leðri. 60% afsláttur af orginal varalutum. 50% afsláttur af öllum krossgólum. Alltaf 70% afsláttur af aukalutum, tjún og púskerfum. Og ný og notum mótorhjól á prútt verði. Komdu og gerðu ótrúlega góð kaup. Nitro bílsöða 9. FM 95 Blö er í boði. Jólin eru bara einu svona ári. Láttu það eftir þér. 1 SMS í 1919. Kredja. Lakkerón gerir þið ekki sköllóttan. FM 95 Blö á FM 95.
Hjöpman, Mode Step to the Stars. Ok, geðvikt. Nei, mér finnst þetta ekki gott. Ekki? Ég vil heyra þarna lagið með Þórunn Antoni. Never too late. Já, ég þetta til það líka. Já, ég set það hérna. Það næsta lag sem við spilum. Mjög gott lag. Too Late með Þórunn Antoni. Það líka svona, ég fíla það eitthvað svona 90s feelingur í því. Svona Kerry Minogue feelingur í því. Já, virkilega flott. Það rosalega Kerry Minogue. Hvað þarna lagið það? I'm spinning around. Já, svo líka Can't get you out of my head. Girl, it's on. Já, Kylie Minogue. Kylie Minogue, já, hún mun betri en Danny. En herðu, við komum inn á hérna í byrjun þáttar í og Hjöppi að við vorum staddir í New York síðustu helgi, ekki það ætlum að vera monta okkur á því allan þáttinn, en þá tókum við upp þar og vorum í vinnuferð. Þetta var eintóm vinnuferð, ég hef aldrei verið duglegur í vinnuferð og við hérna aftur þökkum Icelandair kjallaði fyrir að fljúa okkur út og það er eina flugfélagið þú ert að fara eitthvað til útlanda. Þeir eru á réttum tíma og það er stórkostlegt sjónvarpskerfi þarna hjá þeim. En herðu, við ætlum að setja núna stað, við þolum ekki að vera í öðru seti, Hjörvar. Nei, sérstaklega ekki það kemur líka að vera feitur. Já, og Ísland lendi í daginum að vera valin næst feitasta þjóð heims á eftir Könum og við skulum bara heyra hérna stutt innslag sem við tókum upp í New York. Já, herðu, ég og Hjörvar erum staddir hérna í New York City og erum á Times Square sem fyrr. Við erum búin að vera svolítið mikið hérna í þessari ferð, en það er allt að vera hér. Og Hjörvar, þú ætlar að samkvæmt síðustu rannsókn þá er Ísland næst feitasta þjóð í heimi, ekki? Jú, og mig langar að vita hvað maður gerast til að komast á toppinn. Ég nenni ekki að vera í öðru sæti. Nei, það nenni enginn að vera í öðru sæti og Kanin er feitasta þjóð heims eða Amerika og hvað, þú ætlar að fara að spyrja fólk hvað við þurfum að gera, það ekki? Ég ætla að tala við hérna einn svona temmilega feitan kana svona það hvernig við höfum að drulla okkur í eftir sætið og hérna, hér er það. Sir, Iceland is the second fattest country in the world. What is the secret? Why is the United States the fattest country in the world? You get more McDonald's. Get more McDonald's? Yeah. Do you get fast food? Is it the fast food that makes people fat? Yeah, and they don't exercise. All they do is drive everywhere. Yeah, okay. They don't walk, ride bike, none of that. Fast food. Okay. Hann allavega var mjög reynskilinn með þetta allt saman og... Ok, talaðu við hennar konu, talaðu þessi stelpu hana, spurðu hana hvað... Ég get alveg gert það og hérna... Recently, Iceland is the second fattest country in the world. Really? What do we need to do to become the fattest in the world? And you want to get to the top? Yeah, we want to get to the top. Eat Twinkies. Eat Twinkies? Don't exercise. Don't exercise, eat Twinkies. Anything else? Sit on your couch as long as you can. Sit on the couch as long as we can. Do not leave the couch. Don't leave the couch. Okay, thank you. Thank you, girls. Herru, þetta var á vissan átt svolítið magnað spjall af því ég hef aldrei séð konu með svona mikið skegg. Sástu þetta? Herru, hún var bara með svona þykka hórmótt. Sástu þetta? En þú ert að reynda samt ekki búin að spyrja neitt sem actually feitur og það ekki bara ágætt, ekki að sleppa því. Ég ætla ekki að kvelja fólk hérna. Nei, spurðu Ég ekki alveg að vera að spurðu þér. En gaurinn í því leðurfrakkan með sólgjörður, spurðu hann. Hann er þetta grjótarður. Hey, hello, what do we need to do? We need to eat hamburgers and hot dogs, lots of pizza. Hamburgers, work 18-hour days. Yeah. You guys will be on your way. We were so disappointed in going second, so we just needed some tips. Sure. Thank you. Yeah, you're welcome. Good luck. Þetta grjótarður gaur. Já, líka sko með einhver dýrustu sólgleru sem ég séð sko. Já, það er með þess að það er komið kvöld í New York og ég veit ekki hvað hann er með þau. En ok, allavega, við tjekkum á því hvað við þyrftum að gera til að verða feitasta þjóð heims og fyrir ykkur sem er að hlusta, bara hætti að hreyfa ykkur og... Geta meira pítsum, hambúrgurum og pulsum. Akkurat. Það var nú kannski eitthvað sem við gáttum byrja að gefa okkur, Hjörvar. Já, þú veist, það er stundum að láta segja sér það. Þú veist, eins og þegar maður vill grennast að borða mikið af próteinum og eitthvað svona. Já, og hreyfa sig. Já, hreyfa sig. En svona fyrir hlustendunum þar úti, þá hvetjum við svo sem engan til þess að vera að við þurfum, þetta er ekkert eitthvað sem við þurfum að ná fyrsta sætinu, það er frekar að við reynum að rampa létt okkur. Já, með ekki. Ég veit það ekki. Nei, þú hefur lítið áhuga á því, Hjörvar. Já, takmarkaðan. En ætlar að setja hérna lagið mitt á það? Já, það er komið á. Nei, þegiðu þá, þú bara að hækka í laginu. Það er komið á, ég veist að laga þetta. Sko, ekki bara er þetta flott lag hjá henni, heldur þetta satt. Það er aldrei of seint. It's never too late for love. To wait for love. Ok, er það aldrei of seint að bíða eftir ástinni? Segðu það ekki það?
Er það, Svali, hvað segir hún? Nei, Svali, einhver veit það. Svali, er það ekki Wait? Ég veit ekki með ykkur strákar, en ég heyr aldrei texta í lögum, sko. Ég veit ekki heldur, ég skálda textan bara alltaf við lagið. Já, ég hef alveg orðið vitni að sko skrítnustu textum hjá mér. Það ég söng hérna, veist, 74, 75, maður stefni? Já, ég söng alltaf Said it before, said it before. Svo fór ég að hugsa út í þegar ég bara, veist, hvað said it before? Það svona mín stærstu mistökkeldi í svona textarögli, sko. Viðbjöður. En herðu, Hjörvar, nú klukkan bara að verða 6. Herðu, hvað segir hérna í laginu með hérna nýtdönskina? Alelda Sjálfdrandi brjáli. Sáldrandi brjáli. Ok, ég man ekkert hvað ég ger. Ég man ég gera alltaf eitthvað mjög villustið allavega. Sofrandi brjáli. Já, þú ert samt nálægt í. Já. Sko, það nefnilega með textani hérna nýtdönska, það oft sko, veist, þú trúir ekki á sérst að syngja rétt, en þú ert actually að syngja rétt, sko. Já, hérna, Gengnakin húsakynnin, við nýjan dag. Einhver hérna, texti með Sólunars Jóns, eitthvað Fyrst sinn stólar og borð. Ég meina, hversu? Það var bara engin komin, sko. Já, ok. Það var ekki mættur á balla. Ég held alveg öruglega að ég var að syngja eitthvað vittlust þegar ég var að taka þetta, sko. Af því að ég er ofta að trúbast eitthvað. Já, þú ert mikið að trúbast. Og hvað ert þú að trúbast í kvöld? Ég er dönsku. Já, þú ert á dönsku fyrir ykkur sem á ekki og því þá Hjörvar aflega svona að trúbast á dönsku krán í kvöld og við minnum að með Ísland, við erum búin að gefa með á það og svo hérna verðum að minna á El Clasico, laugardagskvöld og Stöðvar Sport. Ef þú ætlar að horfa á einhvern íþróttaviðburð á árinu, horfa á þetta. Sammála. Ísland-Kína. Ísland-Kína, stelpunnar, það eru frábærar. Já, vá, það þarf að horfa á það og enn og aftur óskuðu þeim til hamingju með stórkostlegan árangur í gær. Og Svali, hérna, ég veit að þið Heiðar Austmann þegar til að tuði í mér út að ég skýta stundum á mig þetta með einhverja gjafabréf og svona. Ég þarf að gefa 2 bílaþvotta á morgun. Ég glemdi að gefa bílaþvott frá N1. Þannig ég set 2 í loftu á morgun. Ég lofa. Ég myndi gera það. Já, þannig að þið sem að hlustið á morgun, þú getur inn í bílaþvott hjá N1. Því ég ætla að gefa 2 gjafabréf. En við þökkum kærlega fyrir hlustunina í dag og það verður splunkunni þáttur af FM 95 Blöð hér á morgun frá 4 til 6 og bara ekki orðið það með. Við heyrumst á morgun.